Sæll Davíð, Blessaður bróðir. gaman að fá þig hérna Já, sömuleiðis. aftur Á nýja ári. á nýjári. Gott að vera hérna með þér í þvottahúsinu. Er þetta ekki bara allt svo melding? Jú, ef við ekki bara taka saman svona helstu punktana og hvaða lærdóm við drófum að síðasta viðtali við hana Helgu. Helgu Snjólfsdóttir. Helgu Snjóls, já. Nú erum við búin að hafa svona nokkrar hafa jólin og áramótin til þess að svona marinera okkur í þessum nýfengnu upplýsingum og svolítið að máta okkur við hvað okkur finnst. Fannst þú koma út úr þessu hérna með svona einhverja nýjar upplýsingar eða einhvern nýjan vinkil? Algjörlega, ég tengdi við rosalega mikið sem hún sagði og þetta eru svona hluti sem að ég hef haft mikið áhuga á og pælt mikið í aðeins kannski að hrinda því beint í framkvæmd eins og hún hefur gert sko. Það liggur munurinn líka sko. Já, altså hverju hrinda hún í framkvæmd? Hún í rauninni bara viðurkenndi fyrir sjálfur sér og öðrum að hún er ekki eins og allir hinir, eða þú skilur sko. Hún er í hjónabandi með manni sem hún elskar og á líf með en finnur að hún er kannski ekki nákvæmlega þannig. Þannig hún hefur þorið og viljan til þess að brjóta sig út úr hinu hefðbundna og opna sig sko. Ég meina, snýr þetta ekki svolítið að því að hún sko finnur sig á stað þar sem hún er farin að storkna? Það geti verið sko. Maður fann það, já, algjörlega. Því við erum einhvern veginn í þessari hefðbundnu hugmynd með hjónaband, þá erum við í svona niðurnjörfuðum ramma og einhvers konar svona módel sem er fixt, einhvern veginn fyrirfram ákveðið, hvað varðar hugmyndir sko. Já. Og svo eigum við bara eitthvað að finna okkur í því no matter what. Já, algjörlega. Og og ef það fer úrskeiðis þá er það mega tabú, mega skömm og Það er líka ekkert óeðlilegt. Þú ert náttúrulega að brjóta samkomulag eða sáttmála sem að þú varst búin að setja með makanum. Þannig að þetta sé tabú og skömm er kannski ekkert óeðlilegt en þurfti samkomulagi að vera svona í byrjun og má það ekki breytast. Já, við erum komin að kannski erum við bara lifum við á þannig tímum í dag það sem að er svona auki frelsi og aukin svona líkamsvitund og við erum orðin svona meðvitaðir okkur sem kynverur og orku, við erum orðin meira andlega og svo framöndu göttunum að við eigum einhvern veginn mögulega geta farið inn í hjónaband á öðrum forsendum. Já. Það sem ríkir einmitt ekki þessi storknun, það sem ríkir meira sko, frelsi til þess að skapa innan hjónaband sko. Og það þetta þýðir sko, að býður upp á allt svo það er frelsi sem að byggist á trausti og byggist á samtali, byggist á líkamsvitund en til þess að komast þangað þá þarftu sársauka og þá þarftu að sprengja einhvern veginn þessa ramma sem að fjötraði sko. Algjörlega. En þess vegna þarf einmitt held ég þessa umræði sem hún er að taka af því það er engin eins til þess að þetta verði ekki svona tabú skilur frá byrjun. Nei. Þannig að þú gengur inn í hjónabandið á einhverjum forsendum sem eru kannski ekki fastmótaða fyrir. Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert. Ég svona eins og mér fannst þetta löngu orðið tímabært. Það var ekkert að tala endilega fyrir mig, bara almennt skilur. Ég er sjálfur í þessu eðlilega hjónabandi og er nú bara afar hamingjusamur maður. En það breytir því ekki að hlutinni breytast og menninir, ég eða kona mín eða einhver aðrir en það er rosalega mikilvægt svo lengi sem þetta er á einhverjum svona eðlilegum og siðferðslegum grundvelli að það sé allavega hægt að taka umræðuna og þetta sé ekki alveg bara alveg út í hött sko af því það er það bara alls ekki sko. Það er það ekki og veist, ég persónulega sko þetta hefur engin einhver svona gríðarleg áhrif á mig hvað var það eitthvað vaði hérna upp og vil eitthvað fara að opna hjónabandi mitt eða hvað heit það? Cockholding? Nei, hvað heit þetta? Hún var að tala cockholding, það er þau eru bara að hleypa öðrum við erum svona að liggja yfir sig frá þegar við hittum hana en það er skilur, jú, það er þetta opið hjónaband og fjölkærni og alls konar sko. Mér finnst ég ekki komast þangað beint sko, þótt að en vissulega bara að manni sé veitt frelsi til þess að fara þarna ef áhugin er sko en annað, það er í rauninni sko þessi endurskilgreining í rauninni á líka bara fullnægingunni. Já. Altså hvað var að kynlífið og þarna
Það meina nándin og já, allt það. Veist, svona þetta tantríska aspekt sko, á kynlífi sko, milli þá einstaklinga, hvort sem maður og maður eða kona og kona eða maður og kona innan hjónabands. Það fannst mér vera Það er náttúrulega gífurlega mjög áhugavert og eitthvað sem ég svona myndi taka til mín sko. En það er náttúrulega líka að það bara kemur að nándinni eins og með námskeiðina sem er rosalega sniðugt fyrir þá sem kannski er ekki á þeim stað saman og það er alveg gífurlega svona powerful. Hún er að bjóða upp á þessu námskeið. Já, algjörlega og hérna þetta er skilur nú vorum við svolítið bara að tala út frá okkur skilur þetta ég tengi við þetta bara með mínum maka að það er eins og þú segir ekki bara fullnæðingin heldur bara lostinn, snertingin og allt þetta andlega í kring sem er ekkit síður svona powerful eins og þessi fullnæðing skilur. Já, við erum að endur skilgreina fullnæðinguna því að við förum inn í þessar samræður sko, með eitthvað hugmyndum að fullnæðingin sé sko, mjög afmörkuð sko. Og markmiðið eða tapmarkið alltaf já, sko. Einmitt en þarna erum við búin að bara breikka hana og sko já og eins og við fórum inn í þetta sko að við sko í stað þess að afmarka hana einhvern veginn í einhvern svona dimman ramma sko þá erum við að einhvern veginn að sprengja ramman og við erum að hleypa þessari orku eða þessari fullnæðingu út í lífið og sko taka hana úr svefnherberginu okkar bara inn í öll svið lífsins sko. Nákvæmlega. Og nýta þessa orku og það er ekki ástæðulausu til dæmis að sko innan svona innan buddhisma sem út með munka og nunnur og þá nunnur þá innan annar trúarbragða hvernig sem það er að það er verið að halda þessari orku inni sko. Það er ekki verið að eitthvað að kvelja hana sko, það er verið að draga hana upp og nýta hana sko til andlega iðkana sko. Það er aðferðin sko. Þetta er frekar djúpfræði sko, ég er svo sem er ekki nógu vel lesin í þessum en jú, algjörlega það er þú veist, ég átti samtalinu með einmitt svona munki sko, eða svona munk og hann var að útskýra þetta fyrir mér sko, hvernig sem að lifir skýrlífi þá lifir algjöru skýrlífi hún að gera í einhver 20 meiri segja gagnvart sjálfum sér sem hann bara gera í einhver 20 ár þegar ég átti þetta samtal með honum og þá var einmitt að lýsa því sko, hvernig í rauninni hann sko nýtir þessa orku í sína leit að tilgangi eða sjálfi sko. Og mjög áhugavert sko, veist, í sinni iðkun sko. Og fannst hann þetta hann er búin að endur skilgreina þetta allt saman sko. Fyrir honum snýst þetta einmitt ekki eitthvað takmarki sko. Fyrir honum er þetta leiðin sko. Veist, hann er búin að sprengja upp þetta drasl sko. Veist, við erum bara einhverjir graðfólar sko. og við þurfum að fara úr þessum hugsunarhætti sko. Þurfum ekki okkur gefst færi til þess í dag á sama tíma og við erum í hjónabandi við getum samrýnt þetta sko. ég get verið í hjónabandi, stunda kynlíf stunda sjálfsrón, whatsoever og upplifa fullnægingar þegar ég kýs það en ég get líka kosið að gera það ekki og fara með þessu orku út og prófa mig áfram bara á öllum sviðum lífsins. En ef þú ætlar að eiga maka, verð með maka þá þarftu einmitt einhvern veginn að eiga nándina samt sem áður og það er örugglega eina svona þessu stóru hlutum sem að heldur fólki saman ástfengnu og í þessum félagskap skilur einhvers konar nánd. Ég fullnægingin er minnst það sko. Hún er það en fólk sér samlífið sem einhvers konar lím sem að heldur þeim saman kannski að mörgu leyti en leið að hún er farin þá vill aftur þannig að fólk skilur fjarlægis hvort annað hún þarf ekki að vera fullnægingin, hún getur verið eitthvað annað en leið að þú ætlar að fara í þennan andlega leiðangur þinn og neita makan samlífið og svo leiðist þá er eins gott þú bakkir það upp með einhverjum öðrum hætti sko. Já, þú ert ekki að neita makanum neitt sannlíf, þú ert bara að dreifa orkun sko. Ef þú ætlar að vera svo munkurinn sem að byrgir allt inni og á F-erinni, en jú, algjörlega skilja en það er frelsi, frelsi til nýsköpunar og þetta snýst traust, þetta snýst altså umræðina, taka hana upp og hérna að við séum sammála. Það er nákvæmlega sem ég tók, það helsta sem ég tók úr viðtalinu var það er að þetta þarf ekki alltaf að vera svona en lykillinn að þessu öllu saman eru samskiptin tjáningin og samskiptin, það er bara lykillinn alveg sama svo sem hvað það er sem þú ert að sækjast eftir sko. Gagnvart makanum það verður, það er nauðsynlegt en sko, mér finnst við bara
búin að taka helling frá þessu viðtali sko. Helling sko. Við erum ekki að það búnir sko. Nei, og ég held sko að við eigum eftir að fá hana aftur til okkar sko. Já. Það er ákveðin atriði sem ég hefði viljað ræða við hana sem við náðum einfaldlega ekki. Nei. En ég skrifaði hérna þess niður hjá mér í gærkvöldi sko, altså hvað ég er búin að fá úr þessu viðtali með Helgu og hvert vill ég fara með þá orku inn í næsta viðmælanda. Já. Og við erum einmitt að tala sko hvernig við erum að sprengja upp í rauninni það heilaðasta form bara sem við þekkjum, það er hjónabandið. Við sprengjum upp þessa ramma, við erum ekkert eitthvað að eyðileggja neitt, en við erum mögulega að breyta einhverju. Og þá einmitt kem ég hérna og ég skrifa hérna, sko, við erum með viðmælanda sem við erum að fá núna til okkar. Já. Hann starfar á í rauninni toppi hins fastmótaða kerfis. Já. Og hérna, það sem að hefðir, reglugerðir ráða sko. Já, og þetta er alveg bara frá sko, bara dimmasti mósin sko. Já. Og yfir í einhverja yfirborðssýndamennsku sko. Og allt spektrumið þar á milli. Og ef við erum að kalla eftir sko, að sprengja ramma á einhverju endurskipulegningu, hvað var það svona félagslega bara? Já. Þá er þetta bara grunnurinn að öllu sko. Algjörlega. Þannig að ég hefði þar sem að hann er mitt í því umhverfi sem hann starfar, þar er stórt regluverk í hingum hjónabandi líka ákveðið sko, af þeim sko. Þannig þetta tengist allt sko, alveg frá toppnum og niður sko. Og þar bara er helst að nefna bara til dæmis með hjónaband samkynhneigðra og annað skilur. Þeir bara stjórna því, okkur má það ekki skilur, okkur er það regluverk í kringum þetta með þeim hætti sko. Já, því þá einmitt kem ég hérna, við þurfum að fara að endur skilgreina hugtakið stjórn. Já. Og það er svolítið eitthvað sem ég hefði viljað sjá og fara inn í sko, er sko mögulegt stjórnleysi, er það eitthvað sem við þurfum að skoða betur sko? Já, ég skilði, já. Við þurfum að fara skilgreina anarkíu og fara inn í stjórnleysi ef við ætlum að fara að ná einhverjum skonar flæði sko. Er það opið hjónaband anarkía? Við þurfum að fara að skilgreina stjórn ef við ætlum að fara að skilgreina stjórnleysi. Og svo varðandi í rauninni bara þjónustu. Já. Þá þjónustu sem sko embættis starfsmaður eða svona hvað sem fulltrúi og þjónustu í garð barna okkar, hvað var þar uppeldi og annað. Já. Ábyrgð, sko gagnvart manni sjálfum sem einstaklingur sem og út í samfélagið. Og þarna, já, þetta er svona það sem ég dró út úr þessu, þetta er sem ég vil fara með áfram í það sem í viðmælandan sem við erum að fá hérna til okkar eftir. Ég held þessi bara mjög, já, ég samla því. Eftir 40 mínútur. Amen. Ég held það. Ég held að þetta sé bara gott í bili. Er það ekki? Jú, ég held það. Þú er ekkert við nefnum við þetta bæta? Nei, í rauninni ekki. Það er bara gaman að sjá hvernig ég hugsa að það þurfi fleira fólk eins og Helga stíga fram til þess að fólk þori að tjá sig, af því ég veit bara. Maður bara finnur og veit að það er ekkert allir hannaðir og sniðnir inn í þetta fastmótaða kerfi hjónabandsins eða bara lífsins almennt sko. Og það þurfa allir einhvern veginn að finna svona hvað henta þeim best en það þarf að vera á einhverjum svona eðlilegum grundvelli. Hvað er eðlilegur grundvelli? Fyrir mér er eðlilegur grundvelli svona siðferðislega réttur og svo ætla maður að segja löglega réttur en þá ertu komin inn í þessa stjórnun skilur. Akkur þarft að þú ert ekkert sammála endilega lagaverkinu í kringum hjónabandi. Þá er svolítið skrítið að segja að það þurfa að vera eftir siðferðslegum og lagalegum reglum siðferðslegum og hvað er siðferðslegt veit ég ekki sko. Það er líka lög sem ákveða það svo sem sko. En samskiptin og traust og virðing ég held það. Damn straight. Já, amen. Takk.